sit hér fyrir framan tölvuna mína og rífst og skammast við stílinn og ég segi við leiðréttingarbúnaðinn, nú er það ég sem að leiðrétti þig en þú ekki mig. Og mér líður bara vel með það. Ég ekki vita allt þessi leiðréttingarbúnaður maður, hann bara sendir manni fingurinn maður ef maður skrifar ekki rétt mál. En núna lék ég svolítið á hann. Ég vissi stafsetninguna en leiðréttingarbúnaðurinn ekki. Notaleg tilfinning. Meggi. Æ. Það rak mig kynnesk. Komiði nú blessuð og sæl. Laugardagur. Einu sinni var harðan dagur sem nú eiginlega ekki á að reyfi upp. Væri maður í landi, það allt saman liðin til. En sumir eru þar ennþá og þá er laugardagurinn sá dagur sem við viljum ekki tala um. Ég var nú að velta þess að það verið köllum fyrir mig. Hún er mér engin mæða, aldeilis ekki. Mér finnst gott að hafa hana og ég er að líta í biblíuna, við eigum að líta í biblíuna, einmitt til að fá svör. Og þegar þú skoðar hana og skilgreinir og svona tekur þátt í henni, þá sérðu að köllunin, hún er bara að fylgja þau. Hann segir það Páll í Korinthbréfinu, í 5. kafla, að menn eigi að vera í þeirri köllun sem þeir voru kallaðir til. Og ég var þá starfandi maður og kannski var ég ekki alveg að skilja þetta og taldi að ég ætti bara að vera í því starfi sem ég var í þá. En köllunin er, annað sé ég þetta, hún er það sem Drottinn hefur kallaði til að gera. Það er starfið sem hann vill að þú endist í og endist. Og ég hef enst í því og það er einmitt þetta. Að tala við þig núna í gegnum síma, stundum í gegnum bara venjulega vídeóvél og stundum gegnum hljóð, mest og í gegnum myndina því að ég vil að þú sjáir fallega andlitið mitt. Þetta er svona köllunin og stundum er maður að slást við þetta af því maður kannski skilur ekki alveg nákvæmlega hvað köllun er. Ég var að tala um daginn að ég ætla að hætta með sjómannaþáttinn. Það er alveg mögulegt að ég geri það og ég er búinn að sjá það og finn það í hjarta mín að Drottinn eiginlega gefur mér bara valkost þar. Hann hefur gert þetta áður og eiginlega segir hann mér bara að velja. En að veit þó ég yfirgefi þetta sem hann kannski vill ekki að ég geri og ég veit að hann vill ekki að ég geri, þá myndi hann bara veita að ég færi í eitthvað annað hjá sér. Hann veit að ég er ekkert að fara neitt þaðan. Sem er orðinn hárlaus í dag, hann er ekki sköllóttur, hann er ekki á einhverjum lyfjum sem að tekur allt hár af honum. Ég held að hjá drengurum. Ég held ég fyrst mynda mig svona. Þá kom skeiti, er ekki allt í lagi hjá þig góðu minn? Ég var að svara því, ég bara klippi mig svona. Og það er náttúrulega bara vegna þess að mönnum bara þykir vænt hann, þannig er það nú. Ég á aldrei eftir að vera gamall. Það er ég alveg vissum. Ítlandsstrákurinn maður, það verður aldrei gamall. Því það, krakkar, ég sakna einskis. Ég er ekki einn af þeim sem að grátandi og allt sé farið. Ég nenni því. Ég var að detti í hug áðan, mér er alltaf að detti eitthvað í hug og mér er gaman að detti eitthvað í hug. Ég er núna að hlusta á Thursday. Þeir gáðu út plötu fyrir ári síðan, 22, en gáðu ekki út platan undan þegar þessari plötu kemur 2017. Þetta er svona rockarar, alvöru rocksett. Ég er stundum að velta því fyrir mér að við í raun og veru, Íslendingar, höfum aldrei átt svona hljómsveitir sem að hafa enst. Það voru til á einhverjum tímapunkti einhverjar hljómsveitir að gefa út eigið efni, ég er að tala um það.
það sem við erum að hlusta á í dag allt endurtekið efni frá einhverjum útlöndum og sjáðu til þennan mynda kirkjuna, ég ekkert að gagnrýna það, ég bara tala ákveðna staðreyndir og þetta við. Að þessi lög sem við erum að spila, fallið lög og allt það, ég held að sé verið að spila þetta allt saman meira og minna út allan heim. Þannig að endurnýjun og nýjungarnar þar eru bara ekkert mikla. Thursday til að mynda svona svolítið sér á báti og fleiri hljómsveitir, en við Íslendingar höfum eiginlega aldrei átt neitt svona bönd. Þau hafa komið upp, jú, en flest af þeim hafa enn stutt. Þannig að sjálfsögðu man ég ekkert hvað ég var að tala og það allt í lagi, við erum fegnir því. Þannig ég verð að gjöra svo að hlusta á þetta til að rifja upp það sem ég var að segja. En Guð góður. Hvergi betra vera en í ranni hans. Ég bakka aldrei með það. En þá voru laugadagarnir þessir að maður tók tappa á flösku. Já, og hvað gerðist? Það var nú bara að drepa sjósu, það var nú bara það sem var að gerast. 10 árum seinna þá gekk ég inn í rann hans og þar er ég enn. Það var 89. Ég er búinn að vera í allmarga áratugi kristinn maður og hef aldrei veiklast né efast neitt þau býtti mín. Þennan kannustu við nú orðið við, ekki? Held það. En nú er þessu verki lokið og sjómannadagur var í gær. Hann er ekki endurtekinn í dag. Hvað varstu á sjómannadaginn, veit ég ekki. En á sjómannadaginn var ég á samkomu því að svo ber upp á og sjómannadagur er á sunnudegi og þá er ég að samkomu. Þannig að ég vel með því að stunda mína samkomur og þú líklega bara líka með því að vera í erli sjómannadagsins, þessum klassíska hefðbundna sjómannadegi. Og það mega þeir nú eiga, og mér þykir nú vænt það, að verið er að heiðra sjómenn eins og hefur alltaf verið gert og ég reikna með að hvert sjávarpláss fyrir sig heiðri fólk. Stundum þekkir maður þá sem verið er að heiðra og það er alltaf gaman að því. En oftast nær þekkir maður það nú ekki. En ef ástæða er til að heiðra fólk eftir 50 ára starf, ég er alveg hlynntur því að vera í hálfa öld og sjó, já, það er ákveðið afrek, finnst mér nú. Náttúrulega segir sér sjálft að hjá kristnumanni hlýtur messan alltaf að verða ofan á. Maður þarf ekki alltaf að vera á samkomum, segja menn. Þetta er kjaftæði. Þú átt að stunda það sem er betra öðru og þá gerir þú ekkert á veginn minn betra en að vera það sem Kristur er lofaður. Kristur er lofaður á samverustundum kirkjunnar. Ágætu, yndislegu safnaða meðlimir. Að ég er stoltur safnaða meðlimur og reikinn af mínu fólki. Það langar mér nú til þess að sýna ykkur svolítið. Þetta er alltaf ég að sýna ykkur aldeilis flotta mynd og tilkynna áður að í gær, hvítasunnudag, vorum við með 150 manna samkomu. Og þetta dagurinn eftir, og það sem ég er svo stoltur af,
er þetta frábæra fólk sem að tilheyrir söfnuðinum sem ég er í. Þetta er nú frágangurinn hjá því. Eftir allan þennan darradans sem ein samkoma svona gríðarlegt fjölmenni kallar á. Það er ekki allt búið enn, sjáu þið. Hvað er nú þetta? Þetta er sjálft sviðið. Og við skulum fara upp á það. Og þar blasir sama við. Allt snyrtilegt, allt vel frá gengið, þrátt fyrir að nokkur umsvif hafi verið í gær. Að þá sjást þess engin merki í dag vegna þess að hér er fólk sem sér að allt sé flott, fínt, strokið og frágengið áður en að menn veðja að kvöldi dags. Drottinn er að sýna okkur þetta. Hann segir, krakkar, ég er stoltur af ykkur.